Dóttor fútból óskar öllum gleðilegs nýs árs og þakkar fyrir það liðna. Dóttor fútból verið á toppnum síðan 2018 áður en ég kynnin gestina. Þá ætlaði ég að henda inn smá kveðju því að hlutabréfasjóðurinn þakkar viðskiptavinum sínum það liðna og horfir fram veginn með gildin sín. Gleði, gaman og góð bréf. Kveðja. Ívaf hlutabréf. Vá, ok, þetta ekki. Sko, hver verið ykkar gildi 2000 af því að hjá hlutabréfasjóðunum það gleði, gaman og góð bréf. Já, ég myndi að gleði og gaman var alltaf í okkur. Já. Og væri það ekki í fókus? Jú. En hvað var fagmennskuna? Er hún á undanhaldi eins og margir hafa nú sagt, þeir eru að sjá með þessa háki hábrósa að þeir séu aðeins sko fagmennskan sé þar að segja fagleg heitin. Já, við bætum það upp með mikil gleði og mikið gaman. Já, þetta var stór skemmtileg áramót. Ég farin að gera eins og allir þessi hörðustu. Mæta rétt fyrir 4 á sunnudeginum og hlaða bílinn af flugvöldum. Já. Ég var eiginlega bara í vinnunni í svona hálftíma á Gamlás. Sprengdi alveg rosalega. Já. Og bara líka, maður sér bara virðingunum sem hún fer frá börnunum í hverfinu. Þegar þú ert aðal sprengjumæðurinn í götunni, svakaleg virðing sem fylgir þess. Það er svo skemmtilegi kalla sem voru sprengjukallar. Það var skemmtilega týpur. Þannig að maður átti þetta yndislegan tíma á Gamláskvöld. Stjörnuljós.is eru náttúrulega áfram að selja og margir að hlaða inn raketum og sprengjum fyrir bóndadaginn. Já. We're gonna bomb this shit up á bóndadaginn. 23. Já, má það? Nei, Já, má og má 24. ekki. Ég ætla að kalla þetta Operation Desert Storm þegar ég sprengi þá. Já. Það verður allt gert vittlust þá. Já. það er sniðugt að eiga nokkra þá. Alltaf sniðugt að eiga inn nokkrar þá Túborg þakkar fyrir frábæri jól. Þetta klassíski jólabjórinn og svo það Liljuul sem sló í gegn. Liljuul var líka til á Smárikinu. Smárikið stóð vaktina meðan aðrir sváfu þessi jólin og minna á það að Smárikið alltaf opið. Það nú bjútið við Smárikið góða. Já. Herði, þið vitið það að Dominos, þetta er mest að Dominos helgi held í sögun. Já. Það enginn að fara að elda núna. Ég nenni ekki að standa á pottana. Maður búin að gera það meira á minna alla. Núna ætla ég bara að slaka á í pottunum og ég ætla bara að njóta lífsins. Nú gefum við pottunum frí. Já, pottandi fá frí og Dominos eru kallaðir inn. Já, það var humbling að hvíti laukurinn fór að inn og beint aftur út. Ég var eins og að það var svo gott að vera humplaður því með að fara að líða þarna eftir að ég náði að stækka smassi og alls. Það er ekkert sem að ég get gert það Ósnertanlegur. Ég ætla að koma með hvítan lauk aftur á pítsur í Íslandi. Næst kannski kemur nautahakki aftur. Já, nautahakki. Paprikan. Það er gaman að fá paprikuna stærri. Nautahakki, ég elst upp við að það er alltaf nautahakki. Það var allir með nautahakki. Það var alltaf nautahakki. Það var alltaf. Alveg saman hvort það var heimagert. Ég elska ekkert meira en Gunnar Birgisson að tala um gömlu og góðu dagana af því að þú veist, þá er sko Hjálmar 33 þegar söguna gerð. Þetta er svo horfulegt sko. Hlustandi að tala um afa sinn eitthvað frá 2007 og hann bara, þannig er ég 34 og skilja tvisvar með 3 börn á framfærslu og allt niður mig og nýbúin að kynast einnig með 4 börn en segðu mig frá því hvernig það var í gamla dagi á þér Gunnar. Það eru engur líkir, Háki Hábræður Tjekkland Byrðarskólan 5% afsláttur ef að Dóttor fútból sendi. Það er auðvitað stóra dæmi í ár er fitnessport eru með þetta allt saman, hvort sem er Shilajit eða hvort að sé testabústurinn og þeim munið She'll like it too. Það er málið í dag. Svo er hann náttúrulega með allt fyrir pílukastið sem er svolítið skemmtilegt með hann. Já. Hann er með allt fyrir pílukastið. Þeir sem ákvaða að gerast YouTuberar áramótin, ef þið vilt ná langt á YouTube, þá getur þú farið inn í tölvutek, keyptið tölvu og skjái, allan pakkan, allan búnað, ef þú ætlar að fara allalega á YouTube 2026, þá er það tölvutek. Ég meit 7 ára sem að... Já, ég er að fara að byrja. Já, þú líka? Já. Ég meit 7 ára sem ætlar að fara að meita þér samkeppni. Nú, hann þarf að fara inn í YouTube. Hann heldur að hann eitthvað er.
Það er alltaf gott að fá samkeppni. Já, þannig að hann er að biðja þetta núna. Það er frábært. Allir nýríku krakkarnir í Bandaríkjunum, þetta er allt einhverjir YouTuberar eða TikTokarar eða eitthvað svona. Alveg klálega þurfum við að sækja á þennan markað. Þú ert ekki byrjaður að streyma? Nei, ég er ekki byrjað, ég er alltaf að taka í byrjun. Þú færið allt saman í tölutek, stólinn og allan pakkan, færið allt saman í tölutek. Sko, frá því að meistaradeildin var til, og held ég að sé aðeins einn leikmaður sem hefur unnið tvisvar sem sko spilandi í 2 úrslitaleikjum. Veitu hver það er? Sem hefur spilað 2 úrslitaleiki. Það er að segja sko unnið meistaradeildina tvisvar fyrir sama félagið og spila báða leikina. Skiljum hvert að fara. Þetta er svo Gunni er bikarmeistari með afturöldingu og hann spilaði bæði 93 og 97. Það er fullt af gæðum sem að fara oft í úrslitaleikin en aðeins eitt sem hefur held ég unnið þetta með að spila báða svo leiki. Því með bara leiðir þetta með þetta er ekki rétt. Ég held að sé bara einn. Þetta er eitthvað Real Madrid. Nei, þetta er Englandi, þetta er Premier League, þetta er einn enskur leikmaður. Nei, fyrir ekki einn leikmaður sem spila fyrir enslið. Það vantaði enslið. Það vantaði. Ég var bara býtu, Barca, Real. Nei, fyrir ekki enslið. Já, maður er svo enskur að... Já, takk fyrir það. Þetta er leikmaður, enskur leikmaður. Breskur eða enskur? Sko, hann er bara að spila með enskur liði. Með enskur liði. Akkurat. Ég held við getum verið hérna í allan dag. Þetta er auðvitað Sir Ryan Giggs. Þetta er Giggsarinn. Já, 99 og 2008. Einu maður sem hefur gert þetta. Farið og unni báða þessa leiki. Og hann á endalaust að meðum. Heyrðu, talandu það. Ég átti alveg frábær spjall við Lou Macari hérna núna á Old Trafford. Talaði hellingi við hann. Hann vildi meina það að Lárus Orri Sigurðsson væri líklega bestu kaup í sögu enska boltans. Veistu hvað Lou Macari segir hann hafa kostað? Nei. 15.000 pund. Það? 15.000 pund. Það er svona, á þeim tíma hefur það verið 1,5 milljón. Já. Það er reyndar alveg kaup. Já, kefti Lárus og hann sagði, þú kaupir ekki leikmann á 15.000 pund sem síðan spilar í Premier League. Nei. Þekktur alveg Lou Macari þegar þú sást hann, bara strax. Já. Maður náttúrulega MUTV náttúrulega séð til þess að maður gleymi nú ekki Lou Macari svo auðvitað sko. Nei. En það var ansi gaman að ræða þetta og hann var að segja sko að þegar hann fekk hann, þá var allir að tala hvað hann var lélur fótboltamaður. Þá sagði hann alltaf við allar sko, sjáu hvað hann getur sko, hætti að tala um það sem hann kann ekki. Sem sýnir ykkur að því hann er aggressiv, sterkur, fljótur og bara hann talaði mjög vel Lárus og ég sá hann síðan að Totti væri orðin hérna forseti knattspyrnu sambandsins. Og hann bara sagði að það kemur sér óvart. Og hann sagði, hann er svolítið mútið eða ekki, spurði hann mig. Ég sagði, jú, hann er aðeins að láta liðið hann að heyra og það er allir að fá að svitna eins og þeirra var ábyrlega komur á óvart hvað hann var feskur í haustum. Mundi bara 49 módel. Totti og Lárus Orri, hann var í stuði kallinn, Lou Macari og það er ekki vont að vera bara bestu kaup ever. Lárus Orri Sigurðsson. Það er frábært. 15.000 pund. Pældi ég maður geti keypt bara leikmann í dag á 15.000 pund. Það er rosalega. Það er búið. Það held ég powerranka og við powerrankum eins og alltaf með Dynout. Margir kátir sem að fengu gjafabréf frá Ingu og hennar yndislega fólki hjá Dynout. Ég veit nokkur. Það var veisla á mínu heimili. Takk. Heyrði, sko, áramótasköp í ár. Var það ekki fínt? Skemmtilegt áramótasköp. Bara mjög gott. Menn voru mjög ánægðir með það. Og það er bara mikið kátt hérna. Sóli Hólm, sigurvegari sköpsins. Hann var rosalur. Þetta bannað að hlæja hérna, sáskets. Hann verður lengi í minnum hafður. Þetta var stórkostlegt og minna þeirra líka að ringja út af skónum. Þetta var stórkostlegt. En erum við alveg hættir að vera móðgæður þegar kall einhver konu? Þegar ég var eitthvað svona, vissi ekki alveg hvort fótinn ég átti að stíga, ég var eitthvað að reyna að vera móðgæður þarna. Það væri verið að taka vinnu á konu og hann endi ekki að hlusta á það, er vókið að deyja. Ég var eitthvað að röflifur sérna í partíinu og hann endi enginn einhvern veginn að hlusta á það lengur. Þetta er svona spil sem ég er búin að spila mörg á og alltaf að tekja vel í þetta. Vókið er bara alveg að vera dautt. Og bara eitthvað, við erum þá verið að taka vinnu á konum sem og allir bara ægjör var hættu bara þegiðu bara það var svona svolítið stemningin sem ég var að fá núna á Spaukstofan náttúrulega voru mjög góður í þessu. Það ég þoldi það ekki. Nei, þú þoldir það ekki.
Það nú einu sinn þannig, ég þóttu það ekki. En þetta var skemmtilegt áramótasköp, Sóli Hólm án Eva Sigurverinn. Geggjaður. Naflinn, frábært að sjá hann þarna. Já, Naflinn var frábært að fá að sjá hann þarna og var þarna með Rúrik og þeir voru þarna einhverjir kóngar þarna út allt skaup. Hjálmar, þú varst í því? Ég var í því. Já. Flottu skets. Já, Hjamminn var þarna, það voru allir sér helstu í áramótasköpinu og það fengur svona flestir á baukin. Ég held að þessi Þórdís, hvað heitur hann, ráðherrann sem var látin hætta. Já. Ég held að hún myndi fá á baukin í þessu, en þetta greinilega það góðu mannskjur og þeir ákvaða bara að sleppa því. Já, það var svona smá vombrið, það verið gaman að hafa smá komment. Ég bjóst við einhverjum rosalum skets með það, en þeir hafa ákveðið að láta það eiga sig allt saman. Við slum eins og fara og páranga 5 bestu áramótasköp sem að Hjálmar hefur hort á. Hann hefur hort á fleiri en nokkur. Já, ég hef búin að sjá fleiri en þið. Ég taldi það nú daginn, ég hef búin að sjá sennilega 46. 46 áramótasköp. Og ég verð að segja, þegar ég var að renna í gegnum þetta, þá var þetta svona, það var ekkit mörg minnistæð. Það var að segja staflega svo Já. Númer 5. Númer 5, í 5. sæti, og þá fór ég í skaupi sem ég leik fyrst í. Já. Og ég varð að gera það. Hvenær varst þú í fyrst í sköpunu? Það var 2016. Já, ég var 2010 sko. Nei, 2016, nei, 2023. Já. Ekki 2016. Ég var 2010. Já, það er rosalegt. Já. Varst það að leika í sköpun Já, 2010? ég var þar. Áramótasköpun 2010. Bara illa borga gikk hann, ég hef bara sagt nei síðan. Já, það er svolítið þannig. En það var Benni og Fannar skaupið. Benni og Fannar sköpið. Já, 2023. Maður ekki eftir því. Númer 4. 4, á fór ég í Jón Gnarr. Jón Gnarr var með á 2016. Já, það var gott sköpun. Já. Og það fórsparaði gengið. Já. Manstu ekki eftir því? Nei, ok. Nei. Númer 3. Númer 3, og þá fór ég svolítið sniðugt. Þess að ég drekki bara hvað þið finnast og best, heldur, þarna fannst mér svo geggjað. Menn að þetta fyrsta áramótasköpið, þar sem var rofið með auglýsingarhlýi 2007. Það Remax keypti auglýsingu á 3 milljón. Já, hann var að faðma þarna strompinn og... Mér fannst, þetta finnst mér geggjað. Þetta sé alveg, ég sé þig gera þetta. Það er lagið sem var að Já, ég myndi það nú ekki. Já, alveg rétt. Já, venum var í þetta. 2. Númer 2, það er skaupið í ár. Skaupið í ár? Já, það er númer 2. Takk fyrir það. Besta skaup sem þú séð. Besta skaup sem ég sé, það er bara þannig og það verður ekkit breytt. Og það er 1980 og 4 skaupið. Ha? Já. Rás 84 sköp. Nei, 85. 85, já, ég ætlaði líka að segja. Ég var einmitt að hugsa, ég skrifa 84. Nei, það er 85. Það er árið eftir. 84 var stólið. Já, áramótasköpin, það er spöggstofan. Já, áramótasköpin var stólið í nótt og svo farið að leita þeim. Þeir breyttu leiknum. Ég kom með svona... Já, svo hérna. Já. Hvað stýttur þú hérna? Já. Verkið þetta betur skúli minn. Var það í því sköpi? Drakk pissið úr honum aðna. Skóla Óskars. Það er ennþá gott. Það var að lyfjaprófið það. Maður fannst þetta allt saman ógeðslega fyndið og völsungarnir skoruðu og svo er í endursýningunni klúðruðu þeir vítinu. Maður fannst þetta alveg viðbjóðslega fyndið. Svo er sko 86 skupið, þá er þetta með Reagan og Gorbachev skupið. Já. Það þótti mér alveg fáránlega fyndið. Það var líka taka dutturnar úr börnunum til þess að finna Eurovision-lagið. Alveg rétt, já. 84 sköpið þarna, það var alveg fyndið. Það var svona endalók svolítið svona einhvern veginn 83, þar voru mikið af vélmennum. Já. Er það ekki rétt hjá mér? Jú, það getur verið rétt hjá þér. Þá er Flósi fyndinga. Flósi Ólafs á kongurinn. Þetta Þetta er mörg góð skaup. Svo var á Gísli Rúnar var oft góður. Já, Gísli Rúnar átti gott skaup þarna. Þegar hann var Árni Jónsson. Já, einmitt. Hann átti mjög góð rönn hann. Já, þetta var skemmtilegt og þökkum Er ekki Hjálmari. Gísli í præminu þannig? Er þetta ekki Stæli Ólofi? 84. Jú, þetta er svolítið hérna hún Edda. Já, Edda Björns, já. En svo er alveg rosalega mörg. En fyrsta skipti núna, síðustu 10 ára eða eitthvað, þá er búið að mæla núna skaupið. Þú getur séð á Wikipedia hvað það er fengið í mælingu. Það er svona merkilegt. Í áhórsmælingu? Já, nei, í hvað fólk er sátt með. Já. Og það var skaupið, ég held að hæðst 89%. Hvernig var það? 2022 eða eitthvað líka. Já. Það er áhugavert. Já, Þetta fyrir yfir 90 núna held ég. Já, takk hérna fyrir þetta Párang. Þetta var mjög góðu listi. Takk. Svo var í smass eða hann bendir eitthvað hérna smass eða pass. Já. Og það var annarkvort smass, norska sælgætið góða eða bara pass.
og 48 liða HM, er það smass eða pass? Hvað er við munum segja eftir á þessum tíma næsta ári? Ég rosa spenntur fyrir ég sé, þetta smass Já. ég finnst það áhugavert Já, ég ætla að segja smass líka margir leikir og ég held að það er bara sko, ég held að fjöldin sé ekki vandamúli Nei. en ég held að sko, hvaðan fjölgunin kemur það verður nákvæmlega, það er rétt ég held að vægi Evrópu þurfi að vera meira í þessu því miður Því miður okkur, því miður Nei, bara, ég held að það verði staðan ekki því miður, þú veist, bara Já, en við Evrópubúar erum bara línir, við berumst ekki fyrir einu en einu Nei. svo er það á að gengið yfir okkur Það er bara gengið yfir okkur Norðmenn farið undanúrslit HM Smass eða pass? pass Þeir þurfa náttúrulega að vinna hvað þurfa þeir þurfa að fara í gegnum stóra þjóð strax í 32 held ég bara Nei, við veitum ekkert það eða 16 hvort það var annarkvort það var eitthvað ég veit þeir þurfa alltaf að fara í gegnum stóra Ég þjóð var búin að sjá bracketið ég ætla að segja pass Já, þannig að það var ekkert most ævintýri í sumar ekki Á þessum tíma, á sama tíma á næsta ári verður Arnar Gunnlaugsson ennþá landsþjálfari já Smass eða pass? það er smass Sáðu viðtalið við hann í Morgunblæðinu? nei Björn ánægð með það, djúlega ég elskaði stundum að fá mokkan bara í pappírnum já Ég er ásegandi Já. og fá þetta upp í hendurnar og hafa svona opnu viðtal við hann það sem að vera að passa sig á að hann er svona ofta að tala sko eitthvað ég sá einu milli fyrir svona var umræðan á villigutum það var svo sem ekki eitthvað hard take frá honum en hann er vinsalasti landsliðsþjálfarinn okkar frá árinu eða bara frá því að Heimir Hallgrímsson var með liðið já þannig að umræðan er algjörlega með honum í liði og ég náði loksins að klára að horfa á þættina Arnór Berka Arnór Berka Já, þetta er gott maður, þetta er gaman þú veist, þeir eru líka bara, það er svo margt sem gengur á hjá þeim já einmitt og þó að Bjarki Gunnlaugsson mun ekki eftir því að hafa verið með mér í fótbolta þá man ég eftir honum og hann er vissulega skaphundurinn í þessu öllu saman við nú eiginlega svo sem að vinnur hvað mest á í þessum þáttum er frábæri sem þáttum hérna Konan Sarnars já, sammála því já hún er á línu sem ég nota mjög mikið já done is better than perfect einmitt og þar er hún þá að skjóta á Arnar fyrir að alltaf að vinna einhvern veginn með því að spila sér inn í markið já einmitt og þetta átti alltaf að vera og hann svona fer að átta sig á því að þetta snýst nú að lókum það bara að ná í úrslit og Gunni Birgis og aðrir vilja horfa í eitthvað annað en úrslit sko einmitt sú kynslóð en hún átta sig á því og það er ansi gaman að hlusta á hana og allt hennar innleggi sem þáttum er helviti gott hann að hérna Arnar Gunnlaugsson verður áfram landsliðsþjálfari á þessum tíma en ef það gengur ofvel þá er kannski tekin á okkur já, það er bara hægt að við það það er tekin eitthvað annað gegn þá ég segi bara, ég reyna að teikna upp hann er líka þannig gaur, hann er með samband út um allt samband út um allt hann getur verið komin í enska ég ætla ekki að powerranka neitt meira við fara bara í næstu frétt Happy Hafleðarsson hann var semilega happy jólinn og áramótin og allt þetta Happy Hydrate Steinund og Sölt þegar þau var tíðan skipt máli þá er það ákkurat núna í byrjun árs þegar við erum í þessum uppbyggingafasa Chelsea ráku þjálfaran já hvað segum við því að það er svo manneska sér farin bara þetta var svo sem bara hann talaði sér bara út tímaspursmál hvernig þetta myndi gerast mér finnst eiginlega ótrúlegt að þeir skildi ekki hafa klárað þetta bara eftir að hann fór að tala þessa 48 tíma og það er eiginlega ótrúlegt það hefur svona verið Chelsea leiðin að vera ekkert að líða eitthvað svoleiðis bull en þetta var svo sem bara þú veist það var mjög erfitt samband á milli eins og stjórnar en ég horfði á hana leik þarna á móti Bournemouth á þriðjudaginn það er bara mikið rót á Chelsea-liðinu og ég meina það sem hefur náttúrulega verið aðalumræðefni er náttúrulega varnarlína þeirra og hún leit agalega út Bournemouth hefði getað skorað 5 í fyrri auðvitað þannig að það þarf eitthvað strúktúrera það en
en hver það verður sem að kemur hann inn svona, þú veist, það eru einhver stór nöfn rætt þarna í tengslu við þetta talum samt þessi Liam Rosenior Já, ég heyrði nú reyndar eða ég las einhvers staðar segja að Roberto De Zerbi hafi líka verið það hafi svona verið einhver umræða með það já. En ég meina þetta Cesc Fabregas aldrei að fara þarna aldrei nokkuð tímann Nei, ég bara held að hann sjái En það eitt í þessu samt hann einhver giftur eitthvað Kómótjópinu? Nei Það ekkit að fara stoppa hann að fara í þetta Ég held bara næsta gig hjá honum verði ég ekki að segja að Madrid? Þetta sé ekki stórtlið en ég held að Nei, ekkert endur að Ég bara Barcelona Arsenal Pottit, eitthvað Sko, það er auðvitað verið að orða menn við þetta, það kemur í ljósa að Maresca var víst andlega mjög unstable hann hann hafði ekki the emotional maturity sem vildu þeir meina var ekki nú bara þroskaður það er alveg augljóst hvernig hann lætur út af sér og blaðmanna þetta hann er alveg trilltur en gætu við séð þá reyna að stela Ruben Amorim gætu við séð sko Liverpool stundismenn hljóta vilja losa þjálfarann sinn Manchester United stundismenn hljóta vilja losa þjálfarann sinn Tottenham stundismenn hljóta vilja losa þjálfarann sinn þannig að það er en eins og ég segi, ef það er áhugi á Ruben Amorim þá er ég til í að setjast við samningaborðið og það má alveg kaupa þann snilling út úr sínu giggi ef svona eitthvað þurfa að elda einhvern leik á mútið vúlsi eitthvað kemur einhver óvætt hafsendaskipting bara eitthvað maður bara þetta er svo mikil skák í gangi þetta er alveg snillingur sem góður sko það hefur verið gaman að vera á þessu leikana við hugsaðum mikið til þín já, takk kærlega fyrir að hugsa til ég kann nú að meta það það er náttúrulega alltaf gomma af þjálfurum sem eru lausir akkurat núna sem að ég held að bara svona fitti einhvern veginn ekki, þú veist Savi og Chelsea, þú veist, er það fitt? Hvað er, ég veit ekki eins og hvað að tala sko. Nei, er það ekki fitt? Nei, þú veist, bara svona, mér finnst þeir líklegri til þess að fara í, þú veist, eins og til mig sagt, þú veist, Marco Silva hefur verið nefndur. Það er frábæð þjálfari. Já, ég er að segja, þú veist, mér finnst það líklegra að þeir fari í eitthvað svoleiðis. Þeir þurfa eitthvað góður sem bara til að vera þjálfari. Sko, þeir vilja engan sem er eitthvað að skipta sér að einhverju öðru en bara þjálfa liðið. Marco Silva, hann er líklegur. Glasner er alltaf mikið vesen og honum með stjórnustapallas, það getur ekki verið aftur. Rossenior, það er bara fint ábúinlega. Já. Er það? Já, þeir segja hún bara þjálfaði liðið og haldi kjafti. Já. Ég held að segja hvort þannig, sko. Ef það væri fleiri, sko, stórstjörnur, þú veist, þeir eru með Cole Palmer, en það eru kannski ekki brjálæðislega mikið af, þú veist, einhverju svona stórstjörnum. Þá hefði náttúrulega, þú veist, þá væri alveg snafnið hans Mourinho þarna einhvers staðar, sko. En er ekki, hver er aftur Porto-þjálfarinn? Ég bara manni hvað hann heitir okkur núna, það er verið að tala sko að hans sé líka alveg líklegur. Farioli. Já. Er það ekki svo sem var með Ajax? Jú. Hans er líklegur, já. Já, hans er líklegur. Já. Ég veit ekki, hvað segir þú hérna, Birkir? Hvernig viltu fá? Kallaðu? Lampard. Já. Ég er þetta, já. Hann ætlar að rjúka upp með Coventry liðið. Hann myndi örugglega aldrei fara frá Coventry eða hvað? Fyrir Chelsea? Jú. Er Chelsea kallið kemi? Eitt og skipti með það. Menn hafa brent sig á hoppið til Chelsea. Já, Potterinn. Þetta er ágætt, já, en hann fekk vel borgað. Það snýst nú oftast það. Nú, förum hann að tala um peninga, múrbúðin með Dr. Fútból og múrbúðinu virkar þannig að það er sama verð fyrir alla. Já. Það skiptir engu máli hver þú ert, það er gott verð fyrir alla hjá múrbúðinu og þú fær allt þar og núna snjóskóplurnar og allt sem þú þarft til að þrífa upp eftir sprengjurnar. Eftir sprengju árásina. Ert þú eins og ég, ert að ganga hverfið og þrífa upp? Ég er með svona plokkar. Já, maður er með þetta allt saman. Ég er með þetta allt saman og í múrbúðinu færðu líka til dæmis frístandandi hitablásara. Já. Heyriði, íþróttumaður ársins, hann verður útnefndur annað kvöld og maður hefur verið að fara á sportsbókina hjá Epic og sé það er einn sem er langlíklegastur. Já, Gísli Þorgeir. Hann er, það sem stefnir allt í það að Gísli Þorgeir verði
með þetta, Já. ég ger nú ráð fyrir því að þeir hafa einhver gögn til þess að bakka þetta upp. Eygló Fandal er stutt á eftir hún var lengur á eftir húnum. Hvað 1.85, Gísla Þorgeir? En og svo Tryggvi Snær vel á eftir. Eygló Fandal auðvitað, hvað setti á Evrópumótið eða? Nei, hún var Evrópumeistari í mínus 71 kilogramma flokki. En hún misti á HM. Já, en árangur sem hefði dugað henni til þess að vinna næstu 2 flokka fyrir ofan sem alveg sturlaður árangur, sko. Okay. Þannig að, en hún missir að HM vegna meðsla og það svona setur strik í reikningi fyrir hana en mjög öflug íþróttakona og bara það besta sem við höfum séð líklega í olímpísku lyftingu, sko. Já, verður áhvert að sjá hvernig þetta fer allt saman auðvitað Gísli Þorgeir, hann var hann í þessu Final Four úti. Já, verður Evrópumeistari með Magdeburg og var valinn bestur í besta liðinu basically. Þannig að gerir sterkt tilkall en var auðvitað bara eins og liðið sjálft þegar reyndi á í janúar þá var hann ekki nægilega góður. Nei, og auðvitað fór hann að munnhöggvast við þjálfaran eins og frækt var. Já, sem að maður einhvern veginn, það voru mjög hóðvörðum en líklega Hefurðu pælt í því að Declan Rice myndi segja að Arteta var því miður bara outcoachaður í dag og Luis Enrique það væri geðveikt. Það flott. Þetta einhver skemmtilegustu ummæli sem ég hef séð í íslenskum íþróttum en það líka sko eins og ég segi það ekkert sem íslenski íþrótturmenn elska meir en handbolta. Þú veist, fyrir þeim bara þessi helgi þarna í Köln eða hvað það bara eitthvað geðveikt sko. Þetta ekki eins og íslensku sjónvarpi en þetta bara eitthvað alveg massíft dæmi hjá íslenskum íþrótturmennum og harpiksið þeim mjög kært. Nei, við getum ekki verið að það þannig. Mér finnst það spennandi. Nei, ég meina staðreyndin bara svo að þetta náttúrulega bara risastórt sport hérna á Íslandi. Þú veist, við lítum á handbolta myndi ég halda töluvert stærra heldur en þjóðirnir í kringum okkur. Myndi ég halda? Nei, Danir eru nú Danir ekki þjóðir í kringum okkur? Jú, nei, byrju hvað mennur, heldurðu að til dæmis, þú veist, ég meina, heldur þú að danska handboltalandsliðið sé meðal áhorsmestu viðburða? Já, ég alveg bara 100%. Bara 100%. Bara tekið á mig. Mér finnst nú lið ásins 1.85 á val handbolta, mér finnst það nú bara gefið. Það eins og það gefið og ekki gefið, en já, þetta var áhvert en Gísli Þorgeir átti svo sannarlega skili átti flott ár, hann spilaði með eitthvað Magdeburg sem bara eitt besta félagslið í handboltanum síðustu áratugina sko. Þannig að En sko, það svo sem gaman fyrir handbolta hvað þeir fá mikið vægi þarna því að maður hefur alveg verulegar áhyggjur á framtíð handbolta á Íslandi. Úrslitakeppni bara, hvað Sín hefur gert fyrir úrslitakeppnina í körfubolta. Þeir eru búin að búið til eitthvað skrimsli sem bara handboltin á ekki séns í. Ég heyrði bara að ég voru að það var einhver strákur í handbolta í Fram sem var eitthvað ótrúlega góður. Ég hefði aldrei séð hann spila. Aldrei. Ég hef ekki séð einn leik með HK í ár. Þetta alveg rosalegt. Þetta nánast sko leikmann í deildinni verður líka að segja bara, heyrðu, það systematist verið að drepa handboltanum í Íslandi. Það þarf bara að bjarga þessu. Þú veist, þeir þurfa að komast aftur á Sín. Það þarf bara að bjarga þetta algjörlega steindautt. Ég ekki sé neitt leik, ég horfði á alla þessa leiki hérna, hvað það seti bylgja. Komdu með eitt leikmann í haugum í handbolta. Ég að segja það, ekki séns. Áttu eitt leikmann í haugum í handbolta, Gunni? Já. Hvern? Bara, hvað er þetta að byrja? Aron Rafn Eðarsson í markinu? Já, bara frábært, það hérna, hann var nýbyrjaður aftur, hann líka á elsti leikmann í liðinu. Aron Rafn, þú náðir honum. Náðir honum? Ég að segja það. Það svo augljóst, ég hefði ekki að fara með það. Áttu eitt leikmann fyrir mig í HK? Já, Brynjar Markmaður sem að Mækar umbúsmaður hans. Ég þjálfa hann þegar hann var yngri í fótbolta. Þannig að þú átt einn og einn þarna en veist hvert ég að fara? Ég er 100% sammálaður og ég er 100% sammálaður fyrir bólina núti, hann er ekki hugmyndum ekki hugmynd. Ég veit að þú ert búin að nefna Sín og eitthvað svona en líka náttúrulega þegar þetta var á RÚV og annað að þú veist þá allavega þá þekkti maður leikmennina í liðunum. Sín gerði líka úrsliðkefni í handboltanum rosa, hann að Selfoss FH dæmi, það var unreal dæmi 100%. Það var einmitt Gísli. Já, Gísli. Fekk maður að kynnast honum aðeins og ég meina Sínararnir tóku handboltan upp í hæstu hæði. Margir í þessu Selfoss-liði náttúrulega líka sem að eru að blómstra í dag en ég veit bara ekki hvað hægt að gera því að ég meina það virðist vera sem svo að það sé styrt samband á milli allavega með það sem maður heyrir milli Sín og HSI. En ákveður þarf Sín að taka allt á sig? Sín er algjört dræður í öllu íþróttum. Ákveður getur Sín ekki tekið þetta allavega? Akkurat.
Eða á hverju ekki hægt að hafa úrslitum? Þeir eru svo sem að reyna. Svo er það einmitt annað. Það hefur verið stefnarúf að vera með byggjarkeppninar og landsliðin og fara ekki í þessa deildakeppnir en þú veist, ég meina, allt er breytingum háð og allt svoleiðis en ég er alveg sammála, þú veist, maður væri til í, þú veist, ekki það, kannski er þetta bara leti hjá manni, að fara bara ekki inn á síman og þeir eru með þarna handboltapassan og eitthvað svona. Ja, það er bara flóki fyrir það nennir enginn að standa í því. Þú sér líka bara sem gerir körfuna svo rosalega í Íslandi, er bara út með alltaf þessu umræð, með alltaf þessu stjörn og með naflanar einhvern veginn búin að keyra þetta byggja hæstu hæðir og með einhvern veginn, það er einhvern veginn við tölum allt þetta spjall og allt sem er í kring. Þú veist, annað hver maður í Íslandi veit hver DeAndre Kane hversu bilaði það? Einhver bara bang average, einhver kani 37 ára gamall bara alltaf láta alltaf heyra það. Ungveri. Algjörlega minn maður, Ungverinn Gjöði. Algjör kongur sógæði sko. En þú veist, hann er kannski aðeins meir en bang average. Hann er gamall. Hann er góður í þess að hann er mjög gamall. Mjög öflugur. Hann er góður í þess að hann er orðin hvað er 36 ára gamall? Alltaf ennþá brjálæri skapur, ég fíla það. Já, ekki eðvegt. Hann er svona Kjartan Henry Kornflags. Það er svona sérum að halda okkur við efnið DeAndre Kane, mínir menn í Grindavík. Já, ég trúi. Heyri þín, ég var fara annað. Ég var færa gústofar. Já. Og hver sem verður íþróttamaður ársins, það eru hlýjar kveðjur frá Dóttarfútból. Já, gaman að heyra. Þetta er nú gott að heyra. Þetta er nýtt á 9 ári. Nei, bara hrósaður íþróttum og tala vel ég elska allar íþróttir. Nei, þú gerir það náttúrulega ekki. Það ég nenni sem ólympíuleikunum, þykistun ólympíuleikunum að það er vetraólympíuleikunum. Hættu Hjörvar. Búlis, er þið spennt fyrir vetraólympíuleikunum? Já, þeir hlæja. Hættið að hlæja. Þetta verður Get ekki beðið eftir febrúar. Ólympíukvöld. Herru, og Mílan, Ítalir allt eru þessi skipulagningu á þessu. Það er bara Jeopardy, leikarnir sjálfur eru í Jeopardy. Hversu miklir Ítalir eru það? Allt í fólki. Svo græðar alltaf allt. Þeir græði ekki neitt. Þeir græði ekki neitt og það var áhugavert, væntanlega verður þetta síðan bara í Noregi eftir allt saman. Herru, við skulum skoða fótboltan, ég ákvað bara að setja þetta fallega lag undir, besti bitinn frá Samherja, byrjum þetta á fiskurinn, já takk. Það var 1 leikmaður 2020 sem að venjulegi bólur þekkir ekki núna, en mun þekkja á þessum tíma næsta ári. Ertu með hann, Hjálmar? Ég er með 2 bræður, ég er með bræður, og það eru Joel Colville og Ruben Colville hjá Cardiff. Og þetta eru þessi gaurar, ég get alveg sagt ykkur það, þeir verði í ensku úrvalsdeildinni í janúar næsta ári. Þeir verða í ensku úrvalsdeildinni í janúar næsta ári. Þeir eru allt á góðu fyrir League One og ég er búin að fylgjast með það núna í 2-3 ár. Og þetta eru gaurar frá Wales og það er svo alveg garantí að eitthvað nýlega liðið tekur það í janúar næsta ári. Þá verður Cardiff komið upp, búin að spila þá, búin að sanna sig aftur í Championship, boom, beint upp. Já, þetta er áhugavert. Þetta er áhugavert, ég er búin að fylgjast með það. Ég er búin að bíða eftir þessu að geta komið þetta sjátt á þá. Það eru geggjaðir. Einhver leikmaður sem við höfum eftir að tala um 2. janúar afsikið 2027 sem við erum ekki að tala um í dag. Eitthvað sem að the coach sér sem að kannski venjulegt fólk sér ekki. Ég er svona að horfa í þau lið sem að getu náða ágætis árangri á HM. 2 leikmenn, Bilal El Kanous sem er núna hjá Stuttgart, sem er Marakói. Ég held að hann gæti... Það er nú alveg maður sem margir vita nú alveg af. Já. Johnny Cardoso er annar. Ég held að hinn almenni bólur þekki nú ekki þessa leikmenn. Johnny Cardoso hjá Atlético Madrid hefur ekki verið að spila undanfarið, búin að vera að glíma við meiðsli. Færir sig yfir til Atlético Madrid. Hann mun vera í stóru hlutverki hjá bandaríska landsliðinu. Og ég held að Bandaríkin fari langt. Þeir eru verða í riðli þarna með hvað var þetta eftir? Það skiptir ekki öllu máli. Ástralíu og Paraguay og Tyrklandi líklega. En sko, svo er ég með, viltu fá þetta íslenskan? Já. 2009 árgangurinn er góður á landsvísu, heilt yfir. Þetta eru 16 ára. Ég veit að við erum kannski ekki mikið að ræða þennan aldur. Þetta er bara orðnum fullorðnir menn. Já, þetta er orðnum fullorðnir menn og eru farnir að koma inn á í leikjum sem að skipta máli og sérstaklega í Evrópudeild og annað. Birkir Þorsteinsson, held ég að sé nafn sem að Bliki, sem að við munum Birkir Þorsteinsson sem að við munum ræða á einhverju tímapunkti í sumar. Og ég held að fólk muni þekkja hann eftir tímabilið ár. En Þór Vilhelmsson? Já, klárlega leikmaður annar, Elmar Róbertosson, bara fullt af
mjög öflugum leikmannum sem að er að koma þannig upp. Já, þessi eftir hrun kynslóð. Það var áhugavert. Ég ætla að segja að sko nafn sem að kannski einhverju þekki í dag, ég ætla að fara í markmann, Carl Rushworth, markverður Coventry. Já. Ég held að svona á þessum tíma næsta ári þá eigum allir eftir að þekki þetta. Það verður búið að pikka hann upp. Carl Rushworth, nei, hann verður bara markmaður Coventry í Premier League. Já, í Premier League, Og þetta er leikmaður sem að Við verðum með hann í fantasy-liðunum okkar. já, ódýr markmaður. Já, nákvæmlega. Og svona, ég hef séð hann og ég er alltaf að sjá geðbilaðar vöslur frá Strók. Og meðal hans Hjálmar, hann deildi einni vöslu bara á dögunum. Já. Þar sem hann varði hérna í meðri viku. Jú. Og það ekki spila mútið Ipswich. Jú. Það er rétt. Já. Það var rosalega leikur. Ég við slum kíkja á bestu deildina með kjarnanfæði styttist í bóndadaginn. Bara 3 vikur í þetta. Súrt verður það. Já. Súrt verður það. Það er farin að hendi súr. Herri, sko, bestu deildar legend, Pétur Martinsson, ætlar að verða borgarstjóri. Ætlar hann verður með í prókjörunum. Já. Það var leitað lofandi ljósi að einhverjum sem til þess að fara á móti sitjandi borgarstjóra. Sem enginn virðist vita hver er, við markam á áramótasköpið. Já. Það var þetta góð skets. Herri, en allavega þá... Þetta verður nú ekki eftirminnilega meiri hluti held ég í borginni. Já, kryddpíurnar. Já. Það var eitthvað ágætis brandari þar sem að þeir vildu meina sanna ætti að vera Mel B. Já. En svo sögðu skiptir ekki máli hverju hvað. Við stöndum bara saman. Já. En allavega þá er Pétur Martinsson náttúrulega Einar Þorsteinsson var fyrsti fótboltamaður til þess að það er að segja með leiki í deildakeppni á Íslandi til þess að gegna þessu giggi. Já. Hann náttúrulega lendi með liðið sem hatar íþróttir. Þannig að hann sleit því bulli bara. Já. Þakkaði fyrir sig. Þakkaði fyrir sig. Þetta eru svipaði náungar, Einar Þorsteins og Pétur Martinsson. Já. Koma vel fyrir og svona. Þetta eru glæsilegir menn. Já, mjög. Sko, ef ég var að kjósa í Reykjavík, þá myndi ég alltaf kjósa Vinstri græna. Ég myndi alltaf kjósa Stefán Pálsson. Já. Og þekktir að mér er alveg, ég er eins ósamálum að hægt þetta er bara svo ævintýrlega skemmtur og náðingi að ég yrði að kjósa. Já. Býtu, er hann í oddvitaðsettinu? Já, ég bara, ég krefst þess að verði. Það talaði það. Sko, hann sé að fara þangað. Já, ok. Ég skal labba bara bæinn að safna. Nei, í lúurnar. Já, því ég er nú einn svo besti að bera út. Já. Nú einn svo hraðasti sem hún færið, sko. Ég skal bara fara að bera út bæklinga ef að hann verður nummer 1. Það verður ekki. Já, þannig að þetta verður áhugavert að sjá, alltaf gaman að sjá þegar að fótboltamenn fara inn á þetta svið. Og Pétur Martinsson, hann var óvart næstu búin að segja Sjálfstæðisflokknum. Já, það var svolítið gott. Hver er ykkar maður í þessum vinnahópi? Það er Gísli Martin, það er hann. Þeir eru allir þarna. Pétur. Hver er þinn? Og hvað heitir hann? Gísli Rúnar, nei hann Rúnar Freyr. Já, það er alltaf minn. Já. Það er alltaf ykkar. Segur þar. Og hver, vantar ekki eitthvað Pétur Martins var minn lengi vel en svona Rúnar Freyr í seinni tíð hefur verið að hann er unni rosalá. Ég er rosalega hrifinn á honum. Já. En hver er vinnu þið frábær einstaklingur? Strákarnir í Vogahverfunum, Þróttarakverfinu, þarna 83 strákarnir. Hver er þinn þar? Sóli og félagar. Hver er þinn þar? Þorvaldur, Davíð. Já. Alltaf. Það er minn maður. Ég var sólamaður í mörg ára en ég hef svona... Ert að fara eitthvað? Já, Baldur Kristjáns er minn maður. Já. Af því að hann er eini af þessum svoköldu Liverpool stuðningsmönnum, eins og ég segi hér, sem að fylgjast með kvennaliðinu. Þegar ég nú verið að setja kvartanir að hvernig við förum að stýða kvennalið, það er ofta að tapa 9-0 og svona og hvort að þessi stuðningsmenn ætli stuðningsmannaferð og hann er eiginlega eini sem hefur tekið vel í þessar að fara í það þannig að við sem að stýðum kvennalið Liverpool getum farið og stuttar en Sóli Hólm hann sýnar það og segir ekki neitt en Þorvald Davíð er nú fallegastur af þeim öllum Sóli í þessu nýja formi og Baldur með þetta skegg það er eitthvað svona það er erfitt að vinna það Simmi Kristjáns, hann átti sína Simmi Kristjáns það er rosalur ég ætla að færa með vagn ég er Simmakrimaður og hef alltaf verið nei, þú er ekkert alltaf verið ég hef alltaf verið það ég hef alltaf breytað þig núna nei, ég er bara klindi í smá ég var Simmamaður í mjög mörg ár Simmi sett hann inn í samskiptin þetta er svona káringar í galum það við slum bara í enska boltan aukakrónar frá Landsbankanum
Já, ég talaði við minn banka, sagði þið þurfa að hjálpa Dóttorfútból og ég hjálpa ykkur. Ég skal koma með aukakrónunar því að aukakrónunar, það er eiginlega bara aukakrónur. Aukakrónur? Það eru bara aukakrónur. Þetta eins einfalt og hægt þér. Fyrir að Dominos bara borga með aukakrónur. Bara aukakrónur í veski. Já. Herru, og mér langar nefnilega af því að vera aukakrónur frá Landsbankanum, sem er banki allar landsmanna. Ég var að hugsa hvernig ég get búið til aukakrónur fyrir félögin í ensku úrvalsdeildinni. Ég var að horfa á Wolves í miðrististöku sem að geta náttúrulega ekki neitt og eru bara með 3 stig en voru nógu góðu til að ná í jafntefli Old Trafford. Það sem ekki valjú í þessum leikmannahópi. Eiga þeir ekki, að því ég veit að kannski fólk er ekkert eitthvað rosa spennt að ræða Wolves eitthvað, en eiga þeir ekki bara að selja núna í janúar, að því að það er impossible að halda þessu uppi, það er impossible. Selja núna í janúar og fara að byggja upp skot fyrir Championship-deildina næsta haust. Þú veist, hugsa þetta svolítið eins og business. Þetta er einn svolítið góða punktur. Fá fullt af penning núna, fá regnbóa-penningi líka, reglífa og komum bara risastórir inn í Championship. Þetta er fallífa penningur, þetta er ekki regnbóa penningur. Þú ert í einhverjum öðrum pælingum hann sko. Reglíf, já. En allavega þá, þú veist, þeir eiga hann Jürgen Strand Larsen sem er leikmaður sem geta auðveldlega selt sem er eiginlega bara mjög líklegt að hann fari líka þeir eiga Gómez, Sjá Gómez miðjumann, þeir eiga líka hann Andrei miðjumann, þetta er allt ótrúlega auðseljanlegar vörur mjög og það er kannski meira valjú í þeim núna í janúar þegar þeir eru ekki officially fallnir heldur verður sinni í sumar. Getur við sér fleiri leik gera? Maður er eins og velti fyrir mig sér. Það er náttúrulega tóta líka. Ef að, nú ætlum ég bara að hendi þér og engi vitlis nú. Ég myndi að það kemur 50 milljónum tilbúð í Viktor Jökkeris. Myndir þú lefum að fara? Já. Það er svoleiðis. Ég bara trúi því alveg. Já. Ég hugsaði alveg saman með Florian Wirtz. Ef að Bayern myndi koma inn í það núna, af því að ég er ekki að sjá þetta að fara að rúlla hjá hann. Það er bara einhvern veginn líkamlega, einhvern veginn ekkert fyrir, maður vilja allir þetta gangi vel hjá honum en og þannig er svona skemmtilegu leikmaður. Hann var skelfilegur á móti Leeds. Hann var ömurlegur. Þú veist, það er bara svo margt svona, þú veist, þegar að panikið sem mest, eins og í janúarglugga. Við erum bara hardcore business kall, bara, herðu, seljum hann bara og bara losum hann með strax. Meðan hægt að fá pening fyrir hann. Og ég held að Úlfarnir ætti að hugsa þetta svolítið svona. Og þess að... Það er eitt sann sem gerist núna, Tottenham gerði þetta í fyrsta skipti í sögunni bara, vil ég meina, nánast. Selja Brennan Johnson. Meðan það er hægt að fá smá pening fyrir hann í staðan fyrir einhvern veginn að fjari út og svo... En ákveður að selja hann skora átti kannski aldrei að selja fyrir þetta það er allt annað, allt annað umræð en þegar allan að ætlaði sér að selja hann, þá var það núna en ég meina, hann skorar alltaf kemur inn og skorar alltaf spila leiki skorar þetta var búin að losa við þjálfaran, markaskoran og stjórnarformannin sem skiluðu þessum Evróputitli, þetta er magnalið sko. Ótrúlegt Förum í ensku úrvalsdeildina og höldum áfram. Ég ætla svo að draga út í leik sem að Epic og Dóttorfútból voru með. Það sem vorum að gefa fullt af peningum. Já, skoðum það á eftir Volt. Það voru nú einar af sigurvegurum áramótaskupsins. Já. Og það var þarna fallegu dans. Þetta var helviti gott atriði. Hvað var aftur? Panta bara? Nei, hvað var aftur? Nei, Panta bara, afhenda pantanir. Já, afhenda pantanir. ABT-lagið þarna. Já. Fyrsta sem maður hugsaði með sér, herru, ég byrjaði nýjárið. Á Volt. Já, velgert. Og minna það að Dominus er líka á Volt. Drengir, við förum bara í ensku úrvalsdeildina. Það var spilað í gær. Kannski einn af vestu dögum í sögu ensku úrvalsdeildina. Hins vegar var leikur Sunderland Manchester City skemmtilegur leikur. En fór samt 0-0. Já. Það fengu hauga færi City menn og Sunderland fengu líka sitt. Já, City náttúrulega Dokku færi þegar hann skýtur í andlitið á það var ekki Mukiel eða eitthvað sem hann skýtur í andlitið á línunni. Það er náttúrulega ótrúlegt að það skildi ekki hafa endað með marki. En lang besti leikmaðurinn á vellinum og besta sæning sísonsins tímabilsins segi Granit Xhaka. Já, góður. Bara, þú veist, þetta er unbelievable hvað einn maður getur tekið svona liða því að ég meina Sunderland var held ég yngsta liði í League One, yngsta liði í Championship og sækja svo svona smá reynslu áður en þeir fara upp í Premier League. Sóttu hauga af leikmönnum. Já. Þetta sæning er að reynast bara vera eitt af besta bara í mörg ár í ensku úrvalsdeildinni. Hann var
geðveikur þú veist, vissulega þegar Rodri kom inn á í seinni áleik sem er náttúrulega bestu frétti líklega bara sem að Manchester City stundum sem gátu fengið á 9 ári hann var ógeðslega góður líka komur óvart hvað hann var sjarp eftir mikla fjárveru en þetta var mjög skemmtilegu leikur end to end svona ótrúlegt hvað Sunderland geta verið fljótir úr einhvern veginn 6 manna low block yfir í það að vera allt í einu bara komnir á counterinn hinum megin fengu alveg 2-3 færi sem að Donnarumma veri vel þannig að flott, þetta var ágætisleikur þetta var fínn leikur það er bara að segja spara eins og og en það er sama þarna hjá City eins og hjá Arsenal á móti svona lágblokka liðum það er svo hægt, gerir svo hægt þess vegna þegar Rodri kemur inn og getur farið að svona vippa boltum aðeins aftur fyrir vörnina og svona Guardiola kominn að inn hann á 2-3 færi bara þegar hann er nýkominn inn á er að spila í vörninni sko, en var alltaf inn í teig hjá Sunderland Það er gaman að það búið svo fínt veður í Bretlandi að menn hafa spilað óvinni mikið desembergólf og eitt sem mætir að það finnst oft bara tekur bara 3 hólur eða 4 það er Erling Haaland okay. það er hann klúbbur sem ég reyna að tróða mér inn í og hann kemur oft þangað og spila bara 3 og svo hann bara hættur Okay. hann er bara að prófa það er bara þannig að þú ert leikmaður hann hugsar sig ágætlega hann er ekki að taka ykkur 18 hólur og alveg að drepast hann bara röltir inn, tekur bara smá og svo hann farin og það sé gott bara á miðjum elli ég er farin því rétti þessu sett það er oft sem hefur að langa að gera þetta en það er að fyrstu 3 hólund að fara illa líka Takk fyrir mig Takk fyrir mig, hann reynda að spila held ég með held að þeir svona lítið fram hjá því að hann fari nú á kart og keiri þetta sko gólbílum það er ekki það er kannski ekki hann var til dæmis ekki spes í húnleik ekkert spes hann kannski hætti í þessu gólfi og fara einbyttu að boltan þetta tímabili á Sunderland er að verða Sjóðlegt Lýgilegt dæmi algjörlega lýgilegt dæmi Haldið að sé ennþá séns eins og ég spáði að nýlegaðinni haldið sér uppi Allir, nei, ekki Skoðum meira Skoðum þetta með orkunni Orkan bleika bensínið, bleika dísilið Verum bleikir, verum stoltir segja orkumenn og konur minni líka reyndar á það rétt hjá mikið af þessum orkustöðum er að finna löður og guðana bænum spreyið sprengjurnar af bílunum ykkar það var fyrsta sem ég gerði þetta Guðanabænum herri, Liverpool gerðu jafntefli við Leeds í gær og það var hræðilegur það var alveg leiðilegur maður bara sé svipin og sigga hjarta núna og vonast til að myndu sleppa að ræða þennan viðbjóð það var sko, að því yfirleitt nær krátið eitthvað aðeins ítað með og svo er ég alltaf hrósa Liverpool fyrir að geta kveikt aðeins í svona leikjum í lokin eitthvað kei og svo kjaftaði heyrðu, hann svo sem skorar þarna rástöðumark sem var alveg tæft Calvert Lúin þetta var eiginlega sama mark og Bernardo Silva skoraði Einmitt. Því að þeir eru báðir að fara svona út úr ástöðu hálfpartinn. Óöpinn. Munaði ekkert miklu. Nei, það var allavega en Rángstaða. Svo er kannski helsta umræðurinn eftir hann leik var bara þessi mögulega vítaspyrna sem að Hugo ekki tikka hefði geta fengið. Þannig að þegar Jakob Bíóli er að hamast í honum þegar hann tekur skoti í staðin fyrir og basically stendur það af sér í staðin fyrir hann tekur bara sénsinn og ákveður að standa af sér og það bara virkaði ekki, þá er ekkert hægt að vera fúll yfir því þannig að þurfti að láta sér detta því miður, það er bara þannig bolti þetta er náttúrulega ekkert eitthvað nýtt, þetta er búið að vera svona ámaður ekki að hagnast á því eitthvað, ámaður að hagnast á því að láta sér ekki detta þeir létu bara Guðmundsson líta vel út í þessu leik ég ætlaði með að koma inn á það Gabriel Guðmundsson leit bara fínt út í leik það stælast stærsta fréttir í þessu ég sko eftir svona viðbjóð ef ég verði annars slótt þá myndi ég sleppa ræða eitthvað dómgæð hann er reyna að deflekta umræðinni á dómara eitthvað eitt atvik í leiknum þetta voru bara 90 mínútur sem voru lélegar og út og hversu langt þeir eru frá þessu með við hversu auðveldlega þeir unnu deildina á síðustu leiktið það eru nokkri þjálfar sko þegar þú vilt deflekta umræðina farð þá frekar ég að rósa andstæðingnum alveg þvílíkt í hástæð Arda Gunnlaugsson masteraði það var mjög góður í þessu og það eru margir þjálfarar sem eru góður í þessu ef þú vilt í flekta umræðuna almennilega rósa þá bara andstæðing kemur út sem svo mannlegur en Arda Gunnlaugsson gerði oft ég legg ekki vana minn að tala um dómara
Já Ég er ekki mættur til þess en ég verð samt að taka þetta má bara heyra þú talaður hann í síðustu helgi núna Þetta var vel svekkjandi þetta var maður settist þannig að maður skjáði maður búin að horfa sín í hádeginu þannig og byrjaði á blappinu Rexham og hélt svo áfram upp yfir Þetta var alvöru erfi setnipartur Þetta var alvöru setnipartur og ég er búin að horfa líka ég horfa á Millwall sáðan á Millwall það fór 0-0 þetta var alveg ræðilegur Hver var það sem var að ræða, ég var að hlusta á okkur podcast daginn, það var verið að ræða hvað það var, Gerard Pík eða eitthvað svoleið sem var að ræða fyrir 0-0 að það ætti að vera 0 stig að þú ættir að hvetja lið til þess að við getum samt ekki að breyta þessari reglu Nei, þetta er náttúrulega, þetta mun aldrei gerast en það hefði alveg verið gaman Þetta er partur af beautyinu að leikin geta að fara 0-0 Klálega Það var skorað í leik Crystal Palace og Fulham í gær og raun og veru Dean Henderson sem bjargaði þessu bara að Crystal Palace fekk eitthvað út þessu ótrúlega markvæðslaðan í lokin Hver var það sem átti skoðu? Var það Kastanje? Já, Kastanje Hann las hann bara Ótrúlegt dauðafæri Alvöru dettari þarna Nathaniel Klein frá kostum að eins og Crystal Palace liðið lagði upp fyrir Mateta Ég var að djóka Nathaniel Klein ekkert að fara á kostum Nei Ég var búin að gleyma honum Ég meina, ég er bara 2-3 leikir þegar hann kom tilbaka Það er bara svo leys Ég var búin að gleyma Hann lítur heldur vel út Já, Múnus sem betur hann lítur heldur vel út þessi Kevin að það Fulham Kevin, varstu það? Mér finnst það múti, mér finnst það að hann væri fljóti eitthvað svona fílu og væl og... Mínist vel á hann, ég held að hann geti orðið eitthvað Jimenez skoraði jólin Annars fekk líka Jóakim Andersson algjör dauðafæri þarna í lokin hafði ekkert tíðan pælt í að Tom Kearney sem skoraði þarna hann fær aldrei að vera með í skóska landsliðin sem var alveg mjög áhugavert bara velur hann ekki það er eitthvað í honum hann ekki ykkur hann var fyrirliði Fulham með ekki og svo er hann svona hann er ekki hann er 34 ég held að var yngri er það einhver aldur? Nei, ekki í dag ég menna að leikmenn er að fara að spila bara við munum sjá meira og meira er ekki launaðasti leikmenn eða skólastöðu er það ekki Móhamed Salah? Jú er eitthvað launaðar en hann? Það lítur Nei, ég held að sé launaðasti vorum að ræða þetta daginn það var einhver sem sagði við mig einhver Liverpool-maður úti að Chiesa er á miklu betri díli með höldum hann bara sagði að Chiesa væri líklega sko það er Erling Haaland er launaðistur, svo er það Mo Salah hann vildi meina það að Chiesa væri á hörku helviti stíl ég hafði bara aldrei pælt í því svo veit ekki alveg hvað hann er á 150.000 pundum á viku sko sem þeir segja mig það að Hákon Haraldsson 10% á launum á svona cirka með við þess að sem að segja heyrir það er rosalegt stökkið maður þetta er svakar sko talandum leikmann sem getur farið Liverpool getur selt Chiesa á 0-1 þú veist það er einhverju sátar sem er alveg til í hann þetta er aldrei að fara að rúlla hjá honum hann er bara ekki nóg góður í þetta nú að tala að Bruno geti að verið að fara já nú að gleikurum Bruno Fernandes hvert er það að fara með hann það er verið að tala það nú verður ekki tissa við skoðum félagsskiptamarkaðar með aukakrónunum í allan janúar glugginn er galopinn það verður bara gaman sem enni á að fara að spila sem síðasta leikum helgina já og enn verða orka náttúrunar bara beint með bílinn hlaða og það er strax betri tenging við náttúruna farið hjá orku náttúrunar já með minni hlæðslu í nótt hjá hann takk fyrir það sjálfbær orka fyrir heimilið þitt sjálfbær orka fyrir heimilið þitt var ekki einhver eitleikur viðbátt sem ég glæði og Tottenham gerir 0 jafntölu Bradford það helviti það var alveg ræðilegt sko það leðast að segja nokkuð tíma sé frá þessu liði það var svo liðlegt, það var ótrúlegt sko ef við skoðum momentum í leiknum virðist það allt hafa verið Brentford megin í seinna leik já, það er bara þannig Tottenham átti eitthvað smá í fyrra áleika þetta var alveg skelfilegt en þitt í fyrra tryggðu þið ykkur undirskrift Matthijs Tel já og heyrðu, þetta er alveg stórmerkilegt það var ekki lítið verið að berjast að fá hann hann er komið til okkar, já hann er búin að ákveða hann tekur töttina heyrðu, þessi gaur fær engin tækifæri hann kom hann í 80. í einhverju leik sem var ekki séns á að gera neitt í þetta var alveg skelfilegt og ég bara skil ekki hvað hann er að gera með Bentancur og Palhinha að það en eins og þú sagðir á samfélagsmiðlunum X í gær þið eru með Vicario já, hann við kultúruna að tefja já, á 60 og eitthvað mínútu hvert erum við komnir hvað er að gerast, þessi maður verður að fara
hann verður að fara á Thomas Frank. Hvern viltu sjá í staðinn? Sko, það er nefnilega málið, hvern vil maður sjá í staðinn? Það var einhver umræð Xavi, Já. en svo fer maður að lesa alls konar, og alltaf þegar maður fer að lesa, ég mynd sérstaklega frá kommentum svona á X-inu, að þá er þetta sko long ball Xavi, þetta er ekki það sem að... Long ball Xavi? Já, long ball Xavi. Akkur kallar hann long ball Xavi? Það var einhver umræð það, hann væri bara í löngum boltum, og Barcelona hefði bara koksað á því, sko, þeir fengið gefist upp á þessu bulli. Þannig ég nenni ekki svona einhverju rugli, sko. Hvernig verðum ekki að fara að fá Silva, fara að Fulham og fara aftur í eitthvað svona... En er svo að taka manni svo Ruben Amorim? En ég get svo svarið að ég held að það væri bara fínt að fá hann. Ég get svo svarið. Þetta getur ekki verið verið þetta. Sko, þetta var svo hræðilegt. Og Ruben Amorim er kjáni. Algjör kjáni. Þetta er bara svona skutti sem, eins og þessi krakkar á þessum aldri þykist alltaf að vera með eitthvað plan en er ekki með neitt fucking plan. Nei. Og ég get sett farið til Íslands með þetta líka. Þessi krakkar gerbýta þykist alltaf að vera með eitthvað plan. Er ekki með neitt helvitis plan. Og þegar hann tók hann að Hafsend út af Heaven á þarna eitthvað 80. mínútu og þú veist, fór eitthvað að breyta í vörninni og eitthvað svona algjörlega eitthvað svona bullskiptingar. Herru, hann tekur þarna Joshua Zirkzee út af í hálfleik. Ég held að vera middur. Nei, ég held að vera þessi varnarskalli sem að fyrir taugaðan honum. Hann er náttúrulega svo super emotional. Hann ræður ekki veitt að reytti strók. Algjör, þetta er lang léleg, þetta mér líður núna hvað þessi Ruben Amorim dæmi, svona eins og þegar gegn með David De Gea á sínum tíma. Ég var að reyna að segja bara, Guðurinn getur ekki neitt. Manchester United gerði hann að launasta leikmann í ensku úrvalsdeildinni og hann var í atvinnuleysi heilt ár eftir að vera í United það vildi enginn taka hann og hann er búinn að setja fóðirinn til og nú í neðsta sæti. Þannig að ég og Enrique virðist að vita eitthvað hvað við vorum að tala og mér líður með hennar strák eins og bara hann veit ekkert, en hann náði að selja eitthvað þetta. Ég meina, það er verið að segja að þessi Íslandsvinnurinn Radcliffe sem segja að sko mínir menn, gleysirarnir þeir eru bara út með þetta. Radcliffe sem bara bakka hann upp. Já. Hvað er það? Málið er, hann er... Því hann er Portugali. Já, Portugali, þetta er það. Og svo er hann svo mikill hugsuður einhvern veginn hvernig hann er og... Er þetta svo englendingur á Íslandi? Svo þjakaðar Já, svo þjakaðar á bælingum, sko. Nei, þetta er bara eins og Portugali á Íslandi. Já, það. Það hefur verið minn af þeim. Hippolito, það gekk ekki til að fram, hann fekk svo dýbju af. Já, fekk svo dýbju af. Það er hann í dag. Það var gaman. Sjá kongur mun alltaf beður. Nei, það er bara eitthvað... Nei, þetta er alveg skelfilegt. En ég held... Það er oft svona, hvern væri til í staðinn, Hjörvar? Hvern sem er. Kóttu bara með einhver, bara Gunnar Birgisson, kóttu bara með hann og láta hann standa þetta á liðlínni. Væri alveg 0,0% líkur á að fá bara Solskjær aftur? Nei, það er það sem ég myndi vilja mest. Solskjær tíminn var frábær tíma. Það var frábær. Það var gaman að fylgjast með Manchester United á þenn tíma. Þú er átt á því, ég held að sko að helgin áður en hann er reikinn, þá unnuð er Tottenham eitthvað 4-0 eða 5-0. Cavani og Ronaldo og bara eitthvað, bara og unbelievable fótbolta sem fór með hann síðan. Jó. Ég hef stundum finnst mér eins og Hjálmar sé United maður. Hann man allt tengt United. Ég á náttúrulega pappa sem er helviti harði United. Ég verð að gefa þér það. Maður herri, og að gera þetta upp með Kia þessa umferð. Kannski mér er búin að gleyma hvað gekk á í þessari umferð. Það var spilað þarna á 30. og svo núna. Naflin flottur í Dogsson. Naflin frábær í Dogsson. Og Dogsson á sunnudaginn núna. Núna á sunnudaginn, já, klokkan 3. Það er stórmerkilegt. Það er stórmerkilegt. Það er af því að það er bank holiday á mánudag í Englandi og þeir spila á sunnudag eins og þessi lögadagur. Þannig að það er klokkan 3 í ensku úrvalsdeildinni og svo líka í Championship og deildunum fyrir neðan. Heyrði, já, hver á bestur í þessu umferð? Er það Gabriel? Hafsend Arsenal? Það er því miður erfitt að horfa fram hjá því að það hefði bara verið Gabriel. Já, hann var svakalegur, hann líka, þú veist, hann byrjaði það voru svona 3 mínútur liðnar á leiknum og þá var hann komin inn í hausinn á Ollie Watkins. Þá er eitthvað svona, þeir eru eitthvað á miðsvæðinu, það kemur langur bolti inn fyrir og ég held að Gabriel svona létt keyrir inn í hann. Eftir það þá sást Watkins ekki. Tók hann strax út. Já. Svo er það... Sækjaði hann svolítið út hann. Já. Svo spurning, hver er búðingurinn góði?
Thomas Frank og Amorim, þeir eru bara eiga þetta eða Unai Emery fyrir að þakka ekki fyrir ég er alveg þannig upp að maður þakka fyrir en þú getur ekki staðað í bóðvagn svona, ef að menn alltaf verið svona knúsi eftir leik Ertu búin að sjá myndaböndin eða? það fær ekkit búningi fyrir það Emery sko, það líða ekki 3 sekúndur það er til að leikurinn að flöta hvað hún að býða ekki? Hann fer alltaf beintinn Nei, hann fyrir náttúrulega ekki alltaf beint bara farið beint þakkaðu og knúsaðu svo þetta gengið Liverpool getur líka þingið It was cold Ég ætla að vera mjög harður núna í velbúðingin ég ætla að bara bera mikla virðingu fyrir þínu vali ég ætla að segja að litlistrákurinn Jack Fletcher Já, hann er ekki built for this held ég hann var allt svo hægt í kringum hann ég var bara nei, hann getur ekki verið búðingin það er Ruben Amorim þeir skipta þessu milli sín Matthews Cunha hann var allan tíma að reyna að gera hann var að reyna að íta þessu einhvern veginn áfram hann þurfti alltaf að sækja boltan lengst niður sóla 4 svo eitt atvinnum í fótbolta verið stundum með kveikt á haustin horfið á Erling Haaland hann er að pæli hvort sér rángstar öllum stundum Patrik Dorgo hleypur að það langt fyrir innan skorar ég bara, hvernig kannstu bara ekki verið að horfa á línuna hvað það væri mann finnst þetta einfalt no er no og svo er það stjórinn er það ekki bara Edwardsson, Rob Edwards hann var búin að hóta jafntefli mútið Villa, Arsenal og Liverpool mætti síðan bara leik úr straumana og sótti jafntefli og það komið 3 stig í baráttur þetta er klálega stjórinn Pæli þessu, Tottenham, Brighton og United hafa gefið stig og stífli þetta er alveg ótrúlega og David Moyes með geðbílað sigur á Nottingham Forest þetta var kallað í hjama.net þetta var allt saman kallað í hjama.net menn er átt sig á því, við slum fara í vinnir og lúser eftir þessa viku Einar Á er vinnir í byggingabransanum á Íslandi strákar, bara vinnir getur ekki bara allir sem tengdust þessu áramöndasköp, þetta er skemmtilegt mjög gott og bara má mikið hlegið og mikið gaman mjög gott það er náttúrulega hefð alltaf á mínu heimili að það er kryddsildin tekin það fannst mér Sigmundur Davíð vera svona, hann bara gekk svolítið vasklega til verks veist, og bara svona sagði svolítið var þetta eins og Kobe að spila með leikmannum í bónustildinni maður heyrði það var eins og kallar hann bara Kobe þetta var svolítið öðvöld fyrir hann mér fannst hann og Sigur Ingi mér fannst þeir svona vera svolítið skelegir það var flottir svo var það Gian Manven sem að pakkaði Luke Humphries saman í pílunni minna á það að það verður epic stemning á morgun laugardag á Bullseye og ég hlakka til að hitta fólk þar sem við komum saman og horfum á þetta allt saman þetta verður nú öllum líkindum ég ætla að þetta verður Gian Manven og Luke Littler ungu strákandi mætist Ég þið að fara að spila eitthvað? Já, við verðum eitthvað, ég veit ekkert hvað ég að gera þarna en ég verð þarna og Sindri Rósenkrans, hann kemur og tekur lagið og svo er hann þetta Veigar sem að er náttúrulega alveg alls þetta Veigar er langbestur í pílunni hérna þó að ég sé alltaf punkt á skengin Halli Egils á veggin Nei, býtu Punkt á skengin og Halli Egils á veggin, er það ekki þannig? Jú, það er þannig Ég var komið nýtt hjá núna helgina ég heiti og svo er ég bara að vona að mækarinn mæti í svona leðurjakka sem ef hann er í honum hann er alltaf í honum á djaminu ég verð að viðurkenna ég voru hrifin að menn hætti að reykja en mér finnst að klæða reykingar klæða mækarinn sérstaklega vel þegar hann skýst út fyrir utan pöppin ég á meðurum Englandi núna og það gerir þetta ekki eitthvað rosalega vel en mér er alltaf þótt þetta klæða vel og ég hef alltaf lagt það til að ekki hætta Mækarinn maður mér finnst líka betri lykt þegar af þessu öllu saman þegar hann gerir þetta þegar aðri gerir þetta af því að einhvern veginn ylvatnið blandast við þetta ég elska ylvat, sígarettur og jafnvel smá rigningu með það bleitir aðeins í öllu Hefur þú aldrei reykt? Nei, ég reyndi það nokkuð sem að byrja en það gekk ekki en já, þannig að það er vinnir að lúsa það er engin lúsi, við elskum alltaf of mikið í byrjun nýs ás að fara að hendi ykkur lúsir það er
Það var eitthvað hálfleiðilegt. Ég geti það allavega ekki. Verðum við ekki líka að velja Sómalana í Minnesota sem vinnur það? Þeir eru að svoleiðis að sjúa peningana þar. Það var ríkala vel gert hérna. Sko greiðir nýgrifumenni sem eru búin að vera alltaf með eitthvað lottó og láta mann vita af einhver frændi mín að vera að deyja og maður, shit, ég er alltaf að henda á okkur kreditkortaupplýsingum. Svo kemur bara... Svo koma sérmennandi Sómalandir og pakka hans. Það var helviti vel gert, já. Já, það verður að Ná sér smá auka. Já, þetta er greinlega daycare-bransin er greinlega bransin sem að allt of margir er að sofa á. Já, heldur betur. Þú veist, það er allir að leita sér að dagmömmu. Kannski að, þú veist, ef við erum allir í þessum jökkum okkar, leigjum eitthvað hús, fullt af krökkum að nefnir, hjammi alveg geggjað með börnin. Sko, ég myndi alltaf bara vera þarna frá svona 9 til kortir yfir þegar börnin er að mæta. Sjást að við séum alltaf á svæðinu, svo er ég farin alltaf kortir yfir 9. Hvað, segir þið ekki með það? Herðu ekki, muni hérna, Kalli, hann er búin að vera eitthvað slæmur í maður. En svo kæmur jafnvel þegar að vera að sækja þig. Þá verður þú mættu. En það var frábær í dag. Það var algjörlega frá. Borðaði vel, borðaði virkilega vel. Gaman að fengist með strók. Herði, við ætlum að gefa aðeins, ég ætla að draga út í þessum jólaleik hjá Epic og Dr. Fútból. Vá, herði. Andvirði rúmlega 1 milljón sem við gerum þetta. Já, ég er fyrir að plæja að sé þessar myndir, sko, þetta er ótrúlega hvernig. Já, Antoni Jans á Instagram, þú ert vinnir, þú færð 150 króna gjafabröf í sportsbókina hjá Epic. Wow. Nú, Jón Orri, 01 Gates of Olympus, 150 króna gjafabröf hjá Epic. Nú, Finnsson, 98, vinnur það sem við köllum ensku úrvarsdeildina, 150.000. Sjá þessa mynd, ég og 100. Svakalegar myndir, maður. Í öxskónum. 150 króna rafmyndir, svo við köllum þetta, fær Bjöggi Freyr. Þetta er leikmaður. Það er bara að gefa 150 þetta sé. Kona, áfram konur, Rósa Harða. Hún vinnur 150.000 EM í handbolta. Gjafabrif. Svo er það meistaradeildar Evrópu, það er Kjartan 03 sem að vinnur það. Til hann ekki Kjartan stórt ár hjá honum framundan Kári Steinn. Hann vinnur Sweet Bonanza, 150.000 króna gjafabrif. Þetta er rosalegt. Og þá er það komið. Já, og þið getur verið í sambandi við búllistrengina, þeir sem unnið. Og þeir eru fljótir að svara. Þeir svara hæl. Já, þeir svara hæl. Þeir svara hæl. Og bara ekki senda á það kannski á föstu og svo lögðarskvöldum. Nei, það er rosalegt. En allir aðrir tíma. Já, þeir svara þá kannski þá, en það er ekki, það er bara eitthvað. Já, það er ekki fagleg svörun. En við slúum fara í nei eða já. Nei, já. Yes sir. Ég er með 66 vandamál. Það er ótt að segja það, en útivistaföt er ekki eitt af þeim. Nei. Það er alls konar önnur vandamál. Maður hefur verið alveg gallar í 66. Það held ég, við ætlum bara að fara upp á 66 kort, við hefum ekki bara að segja upp samningnum með Thomas Frank. Já. Jú, takk. Það er ekki bara að tjekka á. Veistu hvað, ég er með mann fyrir þá næst. Tóttar? Nei, veist, 66 eru svona að gera sig gildandi á hliðalínni. Ég held að þessi komið tími til að Frank Lampard fara í þetta. Já. Það er ekki? Jú, það var reynda að vera alveg snið. Á 66... Senda honum peysu. 66 ástæðu fyrir því að þetta verður frábært ár. Númer 1, HM. Já. Og restin kemur síðar. Það held ég... ég sé fyrir mér gott ár framundan. Það hefur heldur betur dundrast inn. Brynjar Ben segir alltaf með hans í sléttutölukall. Já, hann hefur það frá mér, sko. Já, hefur hann. Ég kendi honum þetta í Norður Karolínu. Sléttutölutar er betri. Já. Herðu, það er spurningar, er það rétt að Helgi Sjón Klasen að fara upp á Hvítvíkskonuna í Kakókastalanum í kvöld? Nei, ég veit ekki, ég segi nei. Sjáum þið Jokkeris fara heim til Coventry í gluggan í ár, spyrir Mattías Jókum. Nei, kannski ekki til Coventry. Ég vona bara að þetta fari eitthvað að svona líða betur með hann inn á. Það er ekki komið allavega. Hvor er betri grínisti, Frank Vam eða Thomas Frank? Þetta er mjög gott, sko. Þessi geður. Ég segi nú satt Frank Vam. Hann er nú ég upp á allt. Hefði ekki verið nær að fara með naflan bara beint í Dr. Fútból heldur en út á plan hérna í Skaupinu? Jú. Það verður þetta að lækna það. Það er þetta að laga það.
Verður þetta þurr janúar hjá Frankarunum þegar kemur að stigasöfnun? Já, við byrjum nú strax á einu stíð í gær. Spurning á mig og þig, Hjálmar. Finnst ykkur hökutoppurinn á Öðugord í lagi? Nei, þetta að versta sem ég sé, það hökutoppar. Ha? Já, ég bara minnsti hökutoppsmaður sem þú finnur. Ertu hökutoppskall? Nei, ég bara, það var einn normaður sem sagði bara, Öðugord og allt þetta Öðugord gengi bara leiðilegasta lið í Evrópu, Já. Pappans erfið, veit ég. Já. Þetta er engir gleðigjafar, Nei, en... Nei, menn á vellinum, hann frábær leikmaður. Hökutoppin út. En fyrst hökutoppurinn... Eru margir Íslendingar með hökutopp? Já. Mér eru alltaf þóttið að Bjöggi Gústafs flottastur. Hann með píkutrýta. Já. Ég oft pælt en þá fel ég skarðið. Já. Það er my money making. Já, það normálið, Já. Þannig að fara í píkutrýli hérna. Það er alltaf sérmennandi. Það er alltaf sérmennandi að sjá sköllótt að gauðra með svart lita svona niður, svona dögt. Andri og Nana, töff hérna. Tómas Þór Þórðarsson var líka með svona. Það er alveg, þú veist, maður er alveg að fæla í Íslendingar sem eiga þetta. Það er alveg til. Við erum að gleyma einhverjum, Og svona 2000 svona byrjun ára allar rockljómsveitir Jú. Var ekki einn á móti sól? Jú, sem Sjá, með derhúna. Já, það var eindir ekki derhúna. Það var svona bara ándersins. Já, ándersins. Það var tískuafrið. Væri Hákon Arnar Haralds góðu kostur fyrir lið í topp 10 prem? Geta hann spilaðar? Já, engin spurning. Það var geggskjað að fá. Hann geti gert það. Svo var hérna, eiga leikmenni stenda af sér þegar brotið er á þeim. Heiðarleikin gefur þetta en ekkert. Spyr Hilmar Ægir sem er alltaf skemmtilegur, Hilmar er eitthvað dottið í smá gremmið þetta. Það er í lagi, við höfum allir verið þetta. Hvor er betri, þegar Ómar hafði hár eða þegar Hjálmar hafði hár? Já, þegar Ómar hafði hár. Þetta er texti og lagi, góðu dag. Þegar Ómar hafði hár. Hvor er betri? Þú ert flottur með hár. Já, ég er mjög flottur hár. Ég er bara rosalega lengi verið sköllóttur. Þú ert svona fallega ljós rauðhærður. Já, og sér það þarna, einmitt á myndinni sem sjáu þeir sem eru með einni mynd. Þú ert ekki svona eldrauðhærður. Nei, ég er með hennar svona, létt ljósara lit. Létt ljós rauðhærður lit. En finnst þér ekki líka gaman að sjá að, þú veist, rauðhærður eru líka núna hit with the ladies. Já. Þess að með Arnar Svein og fleiri rauðhærður. Já, bara frábært. Huggulegur. Já. Svavar Elli og fleiri. Svavar Elli er náttúrulega búin að fara í hárgreiðslu. Já, einn af þeim fyrstu. Og gat hann ekki þá breytt lit, eða vildi hann ekki? Geti ég fengið annan lit? Myndu bæði lið hagnast á því að skipta á Richarlison og Jesus? Nei. Þetta er nú ekki Richarlison búin að frábæður 7-8 mörg. Og Jesus bara búin að vera betur og er að koma frábæðlega inn eitt og tilbaka. Ég verð að eignast bólinn sem hann var í einunundir. Já, I belong to Jesus. Kakabólurinn. Þú þannig að eignast þetta bara að búa til svona ból fyrir þig. Já, eða það. Kostar 1400 krónur. Mun Liverpool fá fleiri vítaspyrnur eftir allt grenjið frá Arne Slott, spyr Arnar Bergur Guðjónsson. Þetta er enda ágætis sveimið þá. Þetta virkar oft, Virkar oft, já. Ég held að, ég segi já. Þeir fá vítaspyrnur strax í næsta leik. Smá aukakrónu pæling, munu margir íslenskir atvinnumenn skiptum lið í janúar. Erum við að sjá einhverja leikmenn farast þess í janúar? Kolbett Finnsson, hann fer. Jón Davíð Þorsteinsson getur ferið. Já. Þannig að, það geti alveg verið hreyfingar þar, sko. Geti Hákon farið? Geti það verið? Nú veit það ekki. Nei, það er ólíklegt. Þóri Jóhann. Já, Þóri Jóhann. Hann getur þetta útið. Er Dokk með verra sigurhlutfall í leikhúsi Draumana en Amorim? Nei, því að það var þannig til að byrja með, þá bara fór ég bara á sigurleiki. Já. Og ég held að sé líka þannig, því að ég nú svona kannski trúræknar en flestir og svona meiri bókstafstrúar með það heldur en kannski hinn venjulegi Íslendingur að ég trúi á kvótakerfið og fyrst að Jesú gaf mér remontada-leikinn þá er hann bara aðeins að jafna þetta allt saman út og ég er ósa þakkláttur fyrir hann þegar ég spenni greipar og tala við hann þá þakka hann alltaf fyrir þá upplifun og þakka hann fyrir remontöðuna. Herriði drengir, við snum fara í Elgrandi með kemi.is hér í upphafi nýs ás. Já, sem þetta gott í dag. Við ætlum að Elgrandi og ég ætla bara að fá Kemi, sér glussan. Þú komst með glussan til mín. Það er allt breytt vegna því. Já, því þú komst með glussana því að án glussa, engin vél. Nei. Rétt. Án glussa, engin leikur. Heyrði,
Nú, voru búin að sjá nýju bílaperurna sem er komin í það. Þegar mér finnst nefnilega orðið alltaf erfiðar að skipta orðið sjálfur bílaperur. Já, það voru flóknar í dag. Já, þú ætti að fara þú ætti að losa bara helmingin á bílum í sundur. Já, maður hafði nú gaman að þessi kannan að vera fyllt í þessu maður spennti bara á gamla Renault Megane sem ég var á, þá spennti ég bara ljós. Sko, þetta er bara sjálfur. Það er allt fréttir fyrir Hjálmari, hann er ekki nema tæplega 60. Heyrðu, bara menn sem að tóku menn og konur að sjálfsög sem að tóku þátt í áramótasköpinu. Vá. Í ár, gjör svo vel Hjálmar. Ég byrja á naflanum. Ég segi Hjálmar. Það fyrir Sólmundur Hólm. Rúrik Gísla. Steindi. Edda Björgvins. Hæ? Edda Björgvins. Já, það er rétt. Vá, ég er búin að glemma henni. Ég fer í Júlíana Söru. Júlíana Sara Gunnarsdóttir. Var hún í? Já, hún hlaupara. Já, alveg rétt. Sveppi. Gott skott. Ég fer í ég veit ekki hvað þessi leikar er þetta sko. Bítu. Ég fer í sko, er það bara leikarar? Nei, bara allir. Allir sem tóku þátt? Já. Þá fer ég að sjálfsögðu í Allan. Nei. Jó, var ekki Allan var hann? Allan? Já, í handrita. Nei, hann var hann ekkert fyrir frá mér? Nei, bara fyrir frá hann myndal. Já, ég ætla að fara alveg í production og fleiri sem ég þekki þar inni. Já, ég er með Kristján Ljósamaður. Hvað er að þér? Ok. Þá fer ég í það eru þetta nokkur góðir. Ég veist að Allan hefði geta verið flottur sko í voltatrið. Já, geggjaður. Geta að dansa þegar hann getur dansa. Já. Ég skilu, já. Býtu nú við. Það voru hérna nokkur góðir. Kollegar. Kollegana góðu. Já. Fentapantanir. Já, Jón Jónsson. JJ. Bergur Ebbi, hann var hana. Silja Nótt. Sandra Barelli var hana. Sandra Barelli. Jú. Hún var í krakkaskupinu, var hún þetta líka? Já, hún var þetta líka. Þá förum við í nú manni ekki hvað hann heitir maður. Satt mann á borði í brúðköpi, manni ekki hvað hann heitir. Fentapantanir. Ég er búin með það. Já, ég er bara að syngja. Já. Búm. Djöfelli maður. Og renni í gegnum þetta. Ætlar að vera klókur núna eða ertu bara að leita einhverjum? Nú er ég að leita einhverjum. Ég er ekki að vera klókur. Klókitin er ekki ár 2026. Nú klókitinum er lokið. Já, done is better than perfect. Done is better than perfect. Við förum í og ég held sér bara ekki með fleiri. Nei. Ég mani þetta ekki. Já, Guldtryggja þetta. Já. Björn Bragi. Björn Bragi, já. Til dæmis. Já. Hún er svolítið fyrir að harna á þér steipan. Björgun Páll Gústafsson. Anna Svafa. Hvað er að gerast? Það er tveita að sem það var. Sko, svo veit ég ekki hvað heitir sonur hans Ingvars sem að lék hérna. Hann heitir sonur Ingvars Já, hann heitir sonur Ingvars Já. Sem að lék Snorra Más. En svo veit ég til dæmis ekki, þú veist, ég bara því miður, ég er búin að gleyma því hvað hérna svo sem að leikur Sigmund Davíð. Hún Björg náttúrulega sem að var í handrita, hún lék náttúrulega hérna, og svo náttúrulega líka hún hérna í kassmálinu sem að leikur Kristján Forsta. Já. Nafna mín, Hafliðadóttir. Vigdís Hafliðadóttir. Það voru margir snjalli leikara sem kom með það. Óli Dóksson. Óli, ég kalla hann Óli Stefustöðinni. Óli Dóksson, hann var hana. Það voru svolítið margir frá Dr. Fútbolgenginu núna. Herðu, djöfull, ég sá bara auglýsinguna, ég sá hana bara fyrst í gæri eða fyrradaga eitthvað, hérna, Love Actually Stefustöðar auglýsinguna, hérna, með Óla og Harra handboltaþjálfara. Ekkert eðlilega góð. Ég þarf að sjá hana. Það er margt gott sem þeir hafa gert. Ég ætla líka að óska Ásgeiri Sigurvinssyni til hamingju með að fá loksins Ég hélt nú að það væri eitthvað grín. Var hann virkilega að fá hana núna? Hversu mikið hataði Vigdís Finnbogadóttir fótbolta? Nei, þetta er bara eitthvað þvæla. Ég hef aldrei vitað hana eins. En er þetta alltaf gert, þú veist, er þetta alltaf gert with immediate effect? Spurðu Didda vinn minn. Já, mér finnst þetta að vera samt svo tilvíðanlegt. Ég meina, af hverju þá Eiður Smári ekki búin að fá... Er hann ekki búin að fá fólkóruna? Er það? Það hlýtur að vera. Það getur ekki annað verið. Hann er bara einhvern veginn, Ásgeir hefur bara gleymst í einhverju... Pældi ég Ásgeir var að fá þetta sama tíma á einhver gæi bakkalút. Jú, Eiður Smári er búin að fá fólkóri. Sorry, ég tek þetta tilbaka. Já, ég minna það. Já.
Þetta alveg ótrúlegt. Bara, herri, það hérna fyrst hérna gæri baggalúti hérna með sniðu að þætti hérna á þriðjudum. En hvað með Áskir? Nei, við skulum þetta. Láttu að spýða hérna með það eitt hann ljósamaður í Þjóðleikhúsinu. Þjóðleikhúsið þarf að fá þetta allt. Svakalegt. Já, það held ég. Voru þið búin að sjá brandarann þar sem að krakkin átti þarna vargræfuna? Já. Og fór í varið og hann fekk semst vargræfi frá foreldrum sínum í Þetta mjög snuðt. Þetta skemmtilegt. Fyrir að rífast hvort boltan að vera komið inn fyrir línuna ekki við pappa sinn. Já. Og fer í kerfið beint. Þetta gott. Skoðar. After review. After review. Mér finnst rosa munur á þegar að dómarar eru góðir að kynna þetta og hvenær ekki. Ég vil bara þessi dómar að þegi bara. Ég vil heyra þetta. After review, player number 16 fouls player number 25. Eins og þú veist ef það er Mohamed Salah, ekki vera með einhver stæla og kalla hann leikmann nummer 11. Mo Salah er feldur. Nei, það voru alltaf að vera með virðingin, þarna er ekki verið í virðinguna. Ég kalla mér alltaf sínum nöfnum. Já, en fyrir mér er þú ekki einhver kennitala bara. En fyrir mér er engin stærri en einhver annar. Þú veist, fyrir mér er allir jafnir. Já, kalla ég allir. Kitty Jack þekkti nöfninu á öllum leikmann. Já. Bara ég skildi ekki bara hann alltaf. Hjörvar, slaka á. Ég anskotan veit hann hver ég er. Hann var þannig, hann vann hann sína heimavinnu. Vann sína heimavinnu hann. Já, það er búið þetta. Þetta verður á heimavinnunar. Já, vonandi. Já, heldur betur. Og auðmygdarinnar. Svo sé ég að það er einn algjör meistari sem ámæli í dag. Hann fær sérstakar kveður frá mér. Það er Atli Einarsson. Atli Neggarinn. Litli bróðir Gilsarans. Mikill veiðimaður. Mikill áhugamaður veiði. Hann á afmæli á þessum erfiða degi sem er 2. janúar. Eiríki Jón Gnarr líka hann á afmæli í dag líka. Og Eirík gott ef að Simmi Will er ekki líka. Simmi Will? Er það? Vá. Mér minnir einhvern veginn eins og hann er 3. jan. Hann er að vera 49 ára Simmi Will. Vá. Hver hefur trúað því í byrjunars? 40 og þér finnst það ekki gamalt? 49, það er bara ungur. Er enginn í Dr. Hútbólgengunum sem á stóramæli? Í ár? 2006. Ég fann að þrá að koma, ég er aldrei bóðið neitt sko. Naflin er 98 módel. 98 módel. Hann er frá 98. Mér er aldrei bóðið í neitt. 2 árið það. Við erum að gera eitthvað stórt fyrir það. Það er að hella í þig, þá fyrir fólk að bjóða þig. Það er ekki gaman að vera með gæja að snúa bílliklum. Þú verður bara að fara sex, drugs and rock'n'roll. Það er bara nýja... Ég er alltaf alltaf að halda... Albert Ingarsson er fertugur í ár. Já. Það er risastórt. Getur þú fundið út hvenær er námalið bara þannig ég save the date? Ég mun sjá til þess að það verður búið. Já, við gerum eitthvað stórt fyrir hann. Hann ámalið núna bara strax í janúar. Hann ámalið 16. janúar? Akkur er ekki búið að bjóða mér í neitt? Þetta er ekki maður sem hann býður í hádegin og laugardegin þegar þetta er kvöldið. Vá. Fenta pantanir. Ég ætlaði alltaf að halda upp á 30-sammalið mitt. En svo bara einhvern veginn... In classic Gunnar Birgis fashion þá var ekkert úr því. Ég var á úrslitaleik EM á sama tíma. Eina vandamáli við að það er vinna að halda upp afmælið sitt og ég vissi að það er aldrei gert. Þá fann maður að leggja á sig vinnu. Já. Einmitt. Ég var búin að græja nefnilega alveg ímislegt sko. Þú varst ekki búin að græja neitt? Jú, ég var búin að heyra þér. Já. Ég satt heima og var alltaf búin að taka frá allar helgarnar í júlí og nei, ég get ekki. Ég held að kunni sér mögulega að halda upp afmælið sitt að klíra þennan tíma, takk. Já, kannski verður þetta árið sem að Gunnar Birgisson fer að Hvenær er þetta í júlí? Ég er 14. júlí. 14. Hann er HM ennþá í gangi. HM er ennþá í gangi. Eða ekki? Úrslitaleikurinn er 19. ekki? Já, held að. Svo er langt frí. Enska úrvalsdeildin á næsta ári byrjar ekki fyrir hvað næst síðustu helgina í ágúst. Já. Það er erfitt. En þá munum við samt sem áður fá þá náttúrulega verður sko landsleikjahléið. Já, 3 vikur. 3 vikur. Já. Í október. Já. Það er ekkert landsleikjahléið í september. Ekkert landsleikjahléið. Svo verður bara hið akademiska landsleikjahléið í nóvember. Þá er spurning. Ætlum við í 3 vikna golfferð? Já. 3 vikur. Nei, ég bara myndi ekki eins og nenn að fara 3 vikur í golfferð. Það er eins gaman og ég var... Höldu þið opna allavega? Höfum þó allan að bulliskæðina heima. Ég þarf að eiga svona 2-3 kvöld þar sem ég bara
Það er svo getur farið bara slakað á og farið að sofa. slakaði á bara að Það sofa var alltaf í kvíðakasti. Þegar þeir Ekki skila bönguðu. sér heim. Já, ég vaknaði við Bjarna Ara einu nóttina bara það var bara öskur syngja aðeins lengur það er í Marokko ég hugsa, er mig að dreyma þetta það er ekki í Marokko að lusta aðeins lengur jú, að sjálfsögðu var búllisbrósarnir að hlusta á aðeins lengur en þetta búið að vera marathon þáttur æðist þetta að fá okkur strákar Já, gott að byrja þetta 9 ár. já, geðveikt Brettubermar, byrja að vinna og njóta sín og stríða eins Gunnari Birgisson og knúsa hann svo vel á eftir verið sæl